Allt frá því að sjónvarpið hóf starfsemi sína hefur það verið venja á gamlárskvöldi að rifja upp það sem markverðast hefur þótt í fréttum hvert ár. Við sjáum hér nokkrar af fyrstu fréttamyndum sjónvarpsins úr annál frá fyrsta starfsárið þess, 1966. Þulur er Ólafur Ragnarsson. Laugardaginn 25. janúar gekk mikið óveður yfir landið og olli miklu tjóni. Meðal annars fuku þá þökin af landsmiðjunni og heildversluninni Heklu í Reykjavík í heilu lagi. 10 morguninn tóku starfsmenn Heklu eftir því að þakið var að losna og voru þá strax fluttar burtu bifreiðar sem stóðu í portinu. Þegar því var nýlokið fauk þakið af í heilu lagi. Talið er að verðmæti bílana sem fluttir voru burtu hafi verið 2 milljónir. Geysi mikið særók fylgdi þessu veðri í Reykjavík og mikil ísing hlóðst á skip og báta í höfninni og ófært varð þær götur er liggja að sjónum. Veðri þessu fylgdi snjókoma allt land og urðu vegir víða alófærir, en ekki var meiri háttar tjón út á landi þótt víða þykju þakplötur af húsum. Bandaríska söngkonan Ella Fitzgerald dvaldist hérlendis í nokkra daga í febrúarlok og hélt 4 söngskemmtanir í Reykjavík. Söngskonan var á heimleið úr hljómleikaförum Evrópu ásamt tríói Jimmy Jones. Aðsókn að hljómleikum þeirra hér var fremur dræm. Dönsku forsætisráðherra hjónin Jens Otto Krag og frú Helle Virkner Krag voru heiðursgestir Blaðamannafélags Íslands á pressuballi sem haldið var að kvöldi 19. mars. Emil Björnsson, þáverandi formaður Blaðamannafélagsins og frú hans tóku á móti gestunum ásamt stjórn félagsins og Páli Ásgeiri Tryggvasyni deildarstjóra í utanríkisráðuneytinu. Jens Otto Krag flutti aðalræðuna á pressuballinu og sagði meðal annars að eitt viðkvæmasta mál í samskiptum Dana og Íslendinga, handritamálið, yrði senn til lykta leitt. Sagði ráðherrann að Íslendingar og Danir stæðu nú nær hvorir öðrum en nokkru sinni fyrr. Philippus Prins, hertogi af Edinborg, hafði sólarhringsviðdvöl í Reykjavík á leið sinni frá Kanada til Bretlands. Lenti prinsinn einkaflugvél sinni á Reykjavíkurflugvelli að morgni 5. 24. mars. Á flugvellinu tók forsætisráðherra Dr. Bjarni Benediktsson á móti prinsinum ásamt breska sendiherranum og fleiri embættismönnum. Kosningar til bæjar og sveitarstjórna fóru fram 22. maí. Í Reykjavík voru 44.939 á kjörskrá. Úrslit urðu þau að Alþýðuflokkurinn hlaut 5.679 atkvæði, Framsóknarflokkur 6.714, Sjálfstæðisflokkur 18.929 og Alþýðubandalag 7.668 atkvæði. Borgarstjórinn í Reykjavík var meðal hinna fyrstu sem greiddu atkvæði. Alls greiddu 38.990 Reykvíkingar atkvæði í þessum kosningum. Borðar með merkjum flokkana voru strengdir yfir göturnar með loforðum og góðum fyrirheit. Fram til 14. maí í vor hafði slökkvili Reykjavíkur aðal bækistöðvar sínar í slökkvistöðinni við Tjarnargötu. Þar hafði slökkviliði verið í 53 ár eða frá því í janúar árið 1913. Þá voru fastir slökkvilismenn 2 en 36 voru í varalífi. Hinn 14. maí kvaddi slökkviliðið svo gömlu slökkvistöðina og flutti bíla og tæki inn í húsakynni fyrir starfsemina við Reykjanesbraut. Sírenur voru þeyttar í kveðjuskyni.
Þegar flutt var í nýju slökkvistöðina voru fast ráðnir slökkvilismenn 40 talsins. Þeir vinna 10 saman á hverri vakt, en auk þeirra eru 30 menn í varaliði slökkviliðsins. Laugardaginn 17. september opnuðust Strákagöng Skagafjarðarmegin. Var þá mestu séð fyrir endan á gerð lengstu jarðgangna í þjóðvegakerfi Íslendinga. Fyrir 7 árum voru boruð stutt göng í tilraunaskyni inn í Strákafjall en sjálf jarðgangnagerðin hófst síðla árs 1965 og gekk vel miðað við aðstæður allar. Göngin eru 780 metra löng, 4,5 metri á breidd og 5,5 metri á hæð. Þau liggja í rúmlega 100 metra hæð yfir sjávarmáli. Þegar vinnu við göngin verður endanlega lokið má ætla að einangrun Siglufjarðar mikinn hluta ársins verði úr sögunni. Siglfirðingar hafa orðið að ferðast einn hæsta fjallveg landsins, Siglufjarðarskarð, heiman og heim, en vegurinn yfir Siglufjarðarskarð liggur í 630 metra hæð yfir sjó og er á köflum mjög hrikalegur. Vegurinn er ófær vegna snjóa nær allan veturinn og stundum teppistannum á sumar. Laugardaginn 24. september var vígður nýr menntaskóli í Reykjavík, menntaskólinn við Hamrahlíð. Ýmsar kennslunýjungar verða teknar upp við hinn nýja skóla, meðal annars er nú sér stofa fyrir hverja kennslugrein í stað þess að hver bekkur hefur sína stofu í eldri skólum. Rektor hins nýja skóla, Guðmundur Arnlaugsson, bauð gesti velkomna og setti síðan skólan í fyrsta sinn. Íslenska sjónvarpið hóf tilrauna útsendingar 30. september. Áður höfðu farið fram talsverðar æfingar og allmiklu efni hafði verið safnað. Nokkru áður en útsendingar hófust eða 9. september kom forseti Íslands, herra Ásgeir Ásgeirsson, í fyrsta sinn í sjónvarpið og flutti ávarp sitt í tilefni Norrænadagsins sem var 5. október. Ávarp forsetans var sent út þann dag ásamt ávarpum þjóðhöfðingja hinna Norðurlandana í öllum sjónvarpsstöðvum Norðurlanda og fluttu þjóðhöfðingjarnir ávarp sín í upphafi dagskrár íslenska sjónvarpsins annan útsendingardag þess.